undirskriftalisti á Austurvelli, friðsamleg ganga, fullt af spjöldum og áður en við leggjum af stað langar mig til að við sýnum aðeins saman. Bjóðum Kalla Snæ, okkar mann upp á. Gjörðu svo vel. Bólusetningar með þessum gömlu efnum sem er upphaflega óhagæran, það er engin ný bóluefni verið búin til. Þau eru gersamlega, við sjáum það í nýjustu rannsóknunum að þau verður ekki að hafa neina áhrif. Við vitum það flest að þau hafðu lítil áhrif gagnvart hinum. Þau voru orðin út og nánast eftir nokkra mánuði. Það eru ýmsar rannsóknir sem benda til þess að þær hafi enga virkun, ekki eins og frá upphafi. Við sjáum að bóluefnin þau laska ónæmiskerfið. Spurning hvað lengi, allavega fyrstu sinn að þá er aukin tíðni sýkinga eftir að það er búið að bólusetja fólk. Það er engin ástæða, það er ekki hægt að sjá neina ástæðu sem að réttlæti það. Hérna var fundur í gær velferðarnefnd sem að ýmis ykkar hafa heyrt og það var talað um rannsóknir, að það væri til nóga rannsóknir í 20 ár. Jú, það er rétt, það er búið að standa yfir 20 ára rannsóknir með mRNA og þið getur lesið Robert Malone upp á það líka. En þær tilraunir endur alltaf með því að tilraunadýrin dóu, þannig að þess vegna voru þær ekki notaðar. Ok, við skulum láta vera með allt þetta leiðilega sorglega. Það er allavega ekki virka. Bóluefni gegn veiru sem er 2 ára gömul. Þetta er nákvæmlega sem bóluefni. Það er ekki að virka og ekki að virka gegn ómikrón. Ég má spyrja einu. Nú er sagt að COVID sé mjög auðlæknanlegt með æðimerkir og fullt öðrum leiðum. Hvers vegna er verið að bólusetja fólk við læknanlegum sjúkdómum? Já, spurningin er það hvers vegna er verið að lækna læknanlega veiru sem hægt er að lækna með, ok, við ætlum að telja þau, D-vitamin að koma því upp í loftið, sinkið, við getum notað ýmis svona andoxunarefni. Jú, það er tugir annarra efna sem er sýnt að laga, jafnvel melatonín eða sirkadín eins og heitir hérna á landi. Af hverju það hafa verið bannað? Jafnvel mukolísin eða astisísten sem er mjög gott andrúmsloftefni sem við notum jafnvel í sprautur við eitrunum, það er bannað. Það er engin ráð komið frá læknastéttinni hérna eða landlækni. Jú, ég kom með ráð til þeirra fyrir 1,5 ári síðan og þá var það tekið niður í næsta þætti að þetta verið vonlaust. Það hafa D-vitamin þá, já, ýmislegt annað sem ég sendi, menn því miður, það er eins og það hafi, já það er ekkert eins og, það eru samantekið ráð hér á Vesturlöndum að
að það var allt talað niður sem gat hjálpað nema þangað til þú varst hættur að geta andað og komin á sjúkrahús. Það var eiginlega ráðið. Taktu Panodil meðan drektu nógu vel vatn, mundu eftir að anda og ef þú hættir að geta andað þá ferðu inn á sjúkrahús. Þetta var ráðið. Þetta var aldrei þekkst nokkurn tímann í sögu læknisfræðinnar að svona kjánagangur. Þetta bara malapraksis. Það var nú eiginlega þessum sem að við fórum að fylgjast með hver öðrum hér og þar með rannsóknum út í heimi og ég gerði þennan lista. Ég reyndi að fá að koma með klíníska rannsóknir og gefa fólki yfirmyktið sem var smitað, þeim sem var hugsanlega í sóttkví. Það var náttúrulega bannað að sjálfsögðu með lyfi sem að veldur nánast engum aukaverkunum og engum hefur einu sinni tekist að drepa sig með. Og það er með yfirferð af hundruðum rannsókna. Þetta er búið að vera, það er skrítið. Einn hringdi í mig einu sinni, verkfræðingur góður vinur minn, frábær skákmaður líka. Hvort hann er betri verkfræðingur eða skákmaður veit ég ekki, en honum fannst það mjög skrítið að hann geti ekki fengið að taka lyf sem að veldur engum aukaverkunum. Kannski gæti það hjálpað, en það verið snar bannað. Og þá átti hann alltaf við mig sem að var hótað að Lyfjastofnun vildi setja í fangelsi í 5 ár fyrir að vera að spyrjast upplýsingar hvers vegna ekki. Og þið kunnið ýmis kannski þá sögu og óþarf að vera jafn oft á henni. En allavega við höfum nýja veiru í bænum, saklausa. Oftinn þegar einn var dáinn í Bandaríkjunum, þá tók Alþjóðaheilbrigðismálastofnun til sinna ráða og sagði að þetta væri veira, stórhættuleg veira, sem er kvef. Hafa sofnað út frá því í gegnum tíðina. Þetta er kvæði sem Halla, kona Eyvindar, syngur fyrir dóttur sína undir lok leikritsins Fjalla-Eyvind. En það er svolítið merkilegt að meðan fyrsta erindið hefur orðið klassísk barnagæla eru síðari erindin full af óhugnaði. Þau lýsa hugarástandi þess sem hefur orðið örvæntingu og sjúklegum óttaðabragð. Það er margt sem myrkrið veit, minn er hugur þungur, oft ég svartan sandinn leit, svíða grænan engir eit, í jöklinum hljóða dauða djúpar sprungur.